Eitt það skemmtilegasta sem við öll munum helst eftir ræðuhöldum dagsins ræða brautskráninganema. Ég býð í pontu Gunnar Pálma Hannesson, verðandi húsasmið, til að flytja kveðju brautskráninganema. Ég var alltaf kennt frá unga aldri að hugsa að allir áhorfendur vera naktir. Svo fatti allir gamlu kennararnir mínir í þarna. Þannig ákvað bara frekar að vera smá stressaður. En góðan daginn og gleðilega hátíð og til hamingju útskriftarnemendur. Mig langar að byrja þessa ræðu og segja bara kennarar, vel gert. Það margt að gerast í þessum heim í dag, hlýnun jarðar, hryðjuverkaárásir allan heim, íslenska ríkisstjórnin með allt niður sig og unglingar eins og þeir eru í dag. Það samt náð að láta okkur útskrifast, svo mér finnst ég gefa kennurum gott klapp. Ég vil síðan þakka fyrir mig og það sem þið hafið kennt mér, því ég veit að ég ekki að fara að geta borgað almennilega tilbaka. Það margt á þessum 4 árum sem ég lært VFMA, bæði starffræði, íslenska, enska og margt fleira. Og hafa þessi ár verið yndisleg í alla staði. En það eru 2 hlutir sem ég mun mest eftir. Eða allan að meira en hvernig á að leysa fjórðastigsjöfnur, vita hvernig á að finna rót, hver er munurinn á andlægi og frumlægir og öll þessi sem ég er búin að gleyma. En mér langar svolítið að segja frá okkur þessum 2 hlutum sem mér minnistaðast og það sem ég tel mér mikilvægast. Númer 1. Að horfast í augu við það sem hún hræðist. Ég vil að segja ykkur það, ég tel mig vera ansi harður gæi þótt ég segi sjálfur frá. Ég á mótorhjól, elska að fljúga, verið í sveitinni í heyskap og klifra fjöll. Svo mér finnst vera ansi fátt sem ég hræðist eða smeyku við. En það eru 2 hlutir sem ég hræðist meira en allt. Og það eru nálar og tala innan fólk sem ég þekki ekki neitt. Það var ekki fyrir einn daginn sem ég kom heim sem 8 ára litli bróðir minn tók á móti mér og sagði, veistu hvað ég gerði í dag? Nei, sagði ég fór og gaf blóð. Já, einmitt. Seinna þennan dag áttaði ég mig á því að ég gæti ekki leyft þessum viðgangast. Ef litli bróðir minn getur þetta, þá get ég þetta. Svo ég fór og gaf blóð. Og mér hefur aldrei liðið eins betur og þegar það var búið. Þegar vorum spurðaði hvort við vildum bjóða okkur fram í halda þessa ræðu, ákvaði að slá til. Ég hugsaði að ég væri eitthvað sem ekki að fara að fá að halda hana. Nokkrum dögum seinna fékk ég póst frá Péturinn Guðjóns. Herðu, þú lætur mér bara vita hvernig ræðarinn tilbúin. Þakkaði fyrir. Ég ákvað samt ekki að gugna, því mér fannst þetta að vera svo mikið sem þurfti að koma á framfæri. Og ég veit að því ég leggst á koddann í kvöld, muni vera hell yeah, þetta gat ég. Ég að segja að það ekki bannað að hræðast hluti, bara meðan hún lætur ekki stoppa þig. Og númer 2. Lærðu að fylla hóluna þína rétt. What? Hugsið ykkur hólu með fullt af stórgrýti. Hólan er lífið og stórgrýtið er það sem ykkur skiptir mest máli. Fjölskyldan, heimilið og vinnan. Þó hún virðist vera full er hægt að fylla hana mikið meira. Það er hægt að setja smærra grýti sem kemst inn á milli og það gæti verið áhugamálið þitt, matur og námið til dæmis. Þótt hólan virðist vera ennþá meira full er ennþá hægt að fylla hana meira. Það er þessi litli hlutir sem komast inn á milli. Það sem skiptir ykkur minnst máli en einhvern veginn þurfa að vera í lífinu ykkar. Getur verið sjónvarpið, sófinn, bíllinn og rólegu stundina sem maður nýti þess að vera einn. Já, hún er orðin nokkuð full núna. Og þeir eru komið með allt sem ykkur vantar, er nauðsynlegt og lætur ykkur vera hamingjusöm. Við erum það vel þróið við mannkynið að okkur var gefinn sá hæfileiki að geta allt sem okkur langar til. Ef við skipuleggjum okkur rétt og vinnum hörðum höndum. Það er náttúrulega eins og hægt að klúðra þessu eins og öllu öðru ef byrjaðar að setja sandinn, síðan grófumölina og síðan steinarnir. Þá myndi ég giska að steinarnir myndi ekki falla eins vel að og þú myndir enda upp með eitthvað grjót. Og þú myndi ekki hafa nægan tíma fyrir fjölskylduna því þú tókst eitthvað smá atriði fyrir eitthvað meira mikilvægara.
Bara brautskráningarnemendur 2017, innilega til hamingju og ég segi það frá mínum innstu hjartans rótum, gangi ykkur vel í lífinu og hvað sem við gerið, verið hamingjusöm. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þetta.